Ég svona hálfsá eftir því að kalla þetta samtal alkohólisma og pólitík. Ég ekki alveg viss þú veist, hvað þetta fjalli pólitík, svona eins og fólk skilur hana í dag á Íslandi. Ég held að þetta fjalla kvótan eða Evrópusambandið, ekki stökkbreytt lán, ekki Hæstarétt og óteljandi margt fleira. Þetta eiginlega pólitík og alkohólisma eða áfengis- og vímuefnasýki. Ég ætla að byrja á að sýna ykkur þetta veggspjald sem frá 1954, sovjeskt veggspjald og var upphafið að herferð sovéskra stjórnvalda gegn neyslu í Sovétríkjunum sem það alvarlegt vandamál og búið að vera lengi. Í gang langa tíma eða 25 ár. Og þetta mjög þekkt veggspjald í Sovétríkjunum og allir sem hafa alast upp í Sovétríkjunum eiga að þekkja þetta plakat og það búið að gera svolítið grín af því eins og títt svona eitthvað sem tengist áróður í gegn áfengisneyslu. Það þykir alltaf svolítið hlægilegt og skondið og það hafa verið búin til svona útgáfur af því eins og þetta. Það skiptir ekki máli það skiptir máli hvaða glas þú tekur. Ef þú tekur þetta neðsta þá hreinur þetta, þú verður að taka þetta í réttri röð. Eða þetta, þótt að maður neyti einu glasi þá getur verið erfitt að neyta þeim öllum og kannski eitthvað svona sannleikur í þessu. Það verður gert meira, það verður þetta, nei, ég drekk ekki vodka eða bjór en ég svolítið fyrir sveppina. Þetta eitthvað sem á umferðareyjunum að tína sveppi. Og svo Snorri Bedel til í öllum samfélögum. Þetta nei, ég drekk ekki með hommum. Og þá svöruðu hommannir í Rússlandi með því, nei, ég drekk ekki með gagnkynhneigðum, eða drekk ekki með Snorra Bedel. Og þeim kannski eftir þessum manni. Hann var óvinur Pútins og dó af geislavirkni. Það var geislavirkt efni sem heitir plóníum sem var smyglað út í vodkað hjá honum í London og svo dó hann 3 dögum seinna. Þarna segir hann, nei, ég drekka vodkað mitt alltaf með plóníum. Svo þetta til dæmis nýtt plakat því að Pútín og Medvedev, að þeir eru byrjaðir að undirbúa herferð gegn áfengisneyslu Rússa. Og upp af því var eiginlega að það myndaði að borða morgunmat í Kreml og það var mjólk á borðum sem þótti alveg fáheyrt í Rússlandi og vakti mikla athygli. Þá var þetta plakat búið til, nei, ég drekk vodka með morgunmatnum. Og svo hefur verið snúið út úr þessu. Pútín, hann bindindismaður, hefur aldrei drukkið. Þess vegna hann forseti í Rússlandi, hann eini sem drekkur ekki. En Medvedev, hann ekki bindindismaður. Þetta ekki a, þetta já á rússnesku. En Medvedev, hann hefur búin að undirbúa núna og hefur farið í svona aðgerðir til að stemma stigu við áfengisneyslu. Hann hefur hækkað verð á áfengi. Hann hefur dregið úr opnunartíma og svona smátt og smátt byrjaður að feta braut sem að margir forverar hans hafa gert. Hann ekki fyrsti landsfaðirinn í Rússlandi sem að fer í svona áfengisherferðir. Ein þekktasta slík Nikolás Annar og það oft ekki dæmi það þegar það verið að tala herferð Medvedev, hann sé ansi kaldur að gera þetta. Því að þeir sem að ráðamenn í Rússlandi sem hafa stöðvað vodkadrykkju Rússa hafa ekki orðið langlífir í embætti. Nikolás Annar, hann setti áfengisbann í Rússlandi í upphafi fyrri heimsstyrjaldarinnar 1914. Það var mjög algengt á þessum tíma, eða næstu öll löndi sem tóku þátt í stríðinu settu einhvers konar takmarkanir á áfengisneyslu, minnkuðu opnunartíma, hækkuðu áfengisgjald og annað slíkt. Það útbreidd trú í Rússlandi að eina höfuð ástæðan fyrir því að honum hafi verið steypt á stóli hafi verið þetta áfengisbann. Það var nú ekki víðtækara þó en það að það mátti ennþá selja það á vínveitingastöðum. Hins vegar þegar bolsévikar náðu völdum og kommúnistanir þá tóku þeir áfengisbannið ekki í burtu.
því að raunverulega fjalla vel að þeirra hugmyndum. Þetta var svona ungmennafélagsfólk, kom og náði völdum í samfélagi, vildi breyta því og í slíku ástandi það fylgir því að menn svona reyna að temja sér hófsemd og svona að drekka ekki fyrir sjálfa sig og fjölskylduna og samfélagið, taka þátt í að byggja það upp því að það hafa fólk á öllum tímum hefur raunverulega vitað að þú breytir ekki samfélaginu mjög fullur. Það hefur ekki farið eiginlega, það fer ekki fram hjá neinum, þannig að yfirleitt í slíku ástandi í samfélagum að þá fylgir það oft með að það eitthvað svona bindindistemna. Þannig að kommunistarnir þeir raunverulega hertu áróðurinn gegn áfenginu eftir byltingu. Það var fræg herferð þjóðin sem kölluð snákaherferðin, græna snákaherferðin. Þetta mjög fínt plakat áhrif alkohólisma foreldra og börn og svo vildu þeir nota hinn nýja rússneska mann til þess að berja niður þetta, halda þessu niðri. En síðan kom þessi maður og hann ekki góðmenni í þessari sögu frekar en nokkrum annari. Hann afnam áfengisbannið 25 en það sem að meira var að í 5 ára áætlun 1930 þá var fjármögnun hennar iðnvæðingu Sovétríkjanna var byggð á stóraukinni sölu og vodka og aukinni framleiðslu og aukinni sölu og vodka. Þannig að það var eiginlega hugmynd hans var það að auknar ríkistekjur vegna vodkasölu myndu standa undir breytingum Sovétríkjanna. Og þá breyttist svolítið tónninn í þessu, áfengisdrykkja og neysla var ekki lengur óþjóðhöll eða óstéttvís, heldur gat kannski ofneyslan bent til þess að menn væru ekki nógu sterkir á svellinu og það væri kannski eitthvað undirliggjandi siðferðislegan veikleikja að stríða, til dæmis það að vera kristnir. Því að Jesú var fyrsti landabrukarinn sem breytti vatni í vín, sögðu Rússarnir. Og töldu það að allir alvöru menn, allir alvöru stéttvísir Rússar, þeir getur drukkið vodka. Það eru bara þeir sem höfðu eitthvað svona siðferðislegan veikleika eins og hneigjasti trúar sem að geta það ekki. En þetta leiddi ekki til góðs. Efnahagsstefna sem byggir raunverulega á aukinni áfengisframleiðslu og áfengissölu, hún náttúrulega endar ekki vel og hefur aldrei gert það, neins þar í sögunni. Og hún var löngu komin í þrot áður en að Stalín dó. Og það leið ekki nema 1 ár frá því hann dó kallinn, þangað til að það var farið í herferð og þetta hluti af henni, þetta mjög fallegt plakat sem áfengisneysla drepu niður persónuleikann, en hún drap svona líka niður sovjeskt samfélag. Ástæðan fyrir að menn biðu kannski svona lengi með því að fara í þessa herferð eða biðu eftir því að Stalín myndi deyja er líklega svo að hann var náttúrulega mjög drykkveldur og öllu líkindum mjög langt leiddur alkohólisti. Það svona, Rússar segja það að hann hafi vaknað upp á morgni og gargað á ráðgjafa sína, búinn að gleyma því að hann lét skjóta þau í ölafi kvöldið áður. Þannig voru hans dagar. Hann drakk sig í svefn á hverju kvöldi og var mjög paranoid, ofsóknarbrjálæður. En aðferðirnar sem þeir notuðu, Khrústsjov og félagar sem tóku við, voru fyrst og fremst áróður. Og þetta náttúrulega svo glæsilegu plakat að það ekki annað en hægt að sýna þetta. Þetta má þýða sem að hún skipti á barninu. Og hér sorglegur endi drykkjunnar. Við þekkjum þetta raunverulega allt saman vel, þessar áherslur sem eru lagðar á þetta, alkóhól og óvinnuskynseminnar. Og það náttúrulega koma að því seinna að þetta nú sömu atriði sem alltaf verið að drepa á og líklega vegna þess að áhrif alkóhóls á einstaklingin og samfélagið eru lík á milli samfélag. En þetta hafði eiginlega engin áhrif. Hér 1960, hérna Khrústsjov tíminn, hérna kemur Brezhnev og hérna kemur Andropov og fleira. Þetta ótímabær dauðsföll rússneska karla á vinnualdri frá 1960. Þið sjáu það vex hægt og bílandi að þrátt fyrir svona reglubundnar áróðurs herferðir og fleira að þá hefur það engin áhrif á drykki Rússa. Hún heldur áfram að versna og raunverulega alveg komin úr böndum öllum hér. Þetta orðið hryllilegt ástand í samfélaginu. Og þá kemur þessi maður, Gorbachev. Þetta 1988, þá hann maður ársins of time, The Education of Mikhail Gorbachev. Og þá hugmynd Vesturlandabúa að hann sé að læra frjálst markaðshagkerfi og beita okkar aðferðum
við að stjórna Rússlandi. En hann fer eiginlega öfuga leið í varðandi áfengismálin. Því að hann náttúrulega alinn upp í Rússlandi, veit hvaða eitur þetta hefur verið fyrir samfélagið og hann fer út í mjög róttækar, allavega á rússneska mælikvarða og raunverulega á þessum tíma, 85, 86, 87 fer hann í mjög róttækar aðgerðir. Hann bannar sölu á vodka í kíoskum á morgnana, sem kannski þykir ekkert róttækt hér. En hugmyndir á bak við það var að kíoskarnir eru oft nálægt verksmiðjunum, það eru svona sjoppur í Rússlandi og eru út allt eins og sjoppunar okkar voru á sínum tíma. Og með því að banna sölu á vodka á morgnana þá dró mjög úr vinnuslysum í eftirmyndaðin, menn náðu ekki að verða eins fullir í vinnunni eins og áður. Hann herti viðurlög við áfengisneyslu á almannafæri og við vinnu, þar sem það var bannað, og hann gerði ýmislegt fleira til þess að auka vinsaldir þessa. Þá kom hann upp íþróttamiðstöðum, almenningsgörðum og var með svona áróðu til að hvetja til fjölskylduvægni frítíma. Það var eiginlega að kenna rússneskum karlmönnum að vera fjölskyldumenn í sínu frítíma í staðinn fyrir að drekka. Og árangurinn kom strax í ljós. Þetta er tímabilið sem að áfengisstefna Gorbatsjov fyrir rekin. Bandarískir læknar hafa nýverið lagst yfir þetta og reiknaði þetta út. Í þessi hóla er 650.000 manns sem að Gorbatsjov bjargaði með því herða áfengisstefnuna. Og það er ekki lítið. En Gorbatsjov var stutt og okkur þessi maður. Og hann hafði ekki alveg sama áhugan á aðhaldsama áfengisstefnu eins og Gorbatsjov. Og er reyndar hérna, við ættum kannski að vera ánægð með hann við alkohólistar. Það hefur eiginlega engin alkohólisti komist þess langt þessi maður. Ég sá viðtal við hann eins og í 60 mínútum, þar sem hann var blindfullur að tala við bandaríska sjónvarpsstöð í tennis. Það er eiginlega ævintýralegt að vera svo fullur og detti í huga að spila tennis og tala við bandaríska sjónvarpsstöð í liðinni. Þannig hann náttúrulega drakk sig út fyrir það að hafa nokkurn hemil á sinni drykkju. En hann hafði ráðgjafa, bandarískt menntaða frjálshyggju ráðgjafa, sem að voru náttúrulega ekki fylgjandi höftum í samfélaginu á neinn hátt. Og það var reiknað út að áfengisstefna Gorbatsjov kostaði raunverulega 100 milljarða rúblna. Það er nú erfitt að meta það hvað það er raunverulega í dag því að rúblan hefur farið svo út og suður og hvort hún var rétt skráð á þessum tíma eða ekki. En ég giska á þetta sé eitthvað nála svona 416 milljarðar íslenskra króna. En þegar við berum það saman við þessar 650.000 manns sem að Gorbatsjov hefur verið bjargað, þá er það bara 640.000 kall á mann. Og það þykir nú helviti ódýrt mannslíf. Þannig að kannski var hann ekkert svo dýr. En þetta var allavega nóg til þess að áfengisstefnan var bara kolfelld og það kom aftur ódýrt áfengi á markaðinn, vodka. Og hér kemur það, og hann rís þetta hérna upp og svo hnígur hérna niður. Og fyrst þegar ég sá þetta, þá er þetta, þetta er svona pottlokk. Ef þú heldur pottlokkinu og losar það, þá ríkur þetta svona upp og svo jafnar þetta sig. En þá myndi ég eftir því að hér er kreppa í Rússlandi. Hérna fellur rúblan, af því að efnahagsstefna Jeltsin var ekkert skárri heldur en áfengisstefnan og rúblan fellur og hér er náttúrulega gríðarleg kaupmáttarskerðing sem að þýðir það að fólk á síður efna á að drekka. Þannig að þetta getur öllu líkindum verið afleiðing þess líka. Þó svo að megi vel vera, eins og til þess þegar bannið er afleitt í Bandaríkjunum, þá kemur svona smá sveifla upp og jafnar sig svo aftur. Það má vel vera að þetta sé eitthvað svoleiðis. En við mögum ekki gleyma að hér er hrikaleg kreppa í Rússlandi. En ég vil nú hins vegar benda á þetta, vegna þess að þegar við sátum heima í stofu á þessu tíma og voru að hlusta á fréttir, þá var okkur sagt það að til dæmis þessi fjölgun dauðsfalla karlmanna á bestum aldri mætti rekja til upplausnar samfélagsins. Að þetta væri óöryggi í samfélaginu vegna þess að menn var að koma út úr einhverju kerfi og væri ekki búin að fóta sig í nýju kerfi. En þessi bandarísku læknar sem hafa lagst yfir þetta, þeir segja að það er ekki þannig. Þetta er bara breyting á áfengisstefnu. Og svona öflug getur hún verið. Og ef við förum þá yfir svona áfengissögu Rússlands í stuttu máli, þá eykst áfengisneyslan eins og alls staðar með aukinni borgarmyndun. Keisarinn hann setur á bann, reyndar í tengslum fyrir heimsstyrjöldina, það var mjög algengt að menn vildu hafa hermennina edrú. Og kommunistarnir viðhalda banninu en Stalín afnemur það og eykur stórlega framleiðslu og neyslu á vodka til auka tekjurnar. Og þetta heldur áfram að það er umlega keyrt ódýrt áfengi yfir Rússland í 25 ár og lengur, því að þeir gera það umlega í 50 ár. Eftir 25 ár þá fara að koma með siðferðislegan áróðu til fólks að biðja það að drekka ekki. En forsötuna fyrir drykkinu er ennþá.
Hlægilega ódýrt brennivín flæðir yfir Rússland. Gorbatsjov reynir að stöðva þetta, nær strax mjög góðum árangri, en það fellt strax í burtu og Pútín og Medvedev byrjar að herða áfengisstefnuna og láta eins og þeir ætli að halda því áfram. Það eru tiltölulega örar og markvissar aðgerðir sem þeir eru í. Árangur eftir komið ljós, nú logar Rússland í óeirðum. Einhverjum mun örugglega túlka það þannig að þetta sé enn ein sönnun það að þú megir ekki hreyfa við áfengisstefnunni í Rússlandi. Það sé ástæðan fyrir að fólk eru á götunum. Það getur vel verið að Pútín og Medvedev haldi ekki völdum og það verið breytt áfengisstefnunni. En það er margt sem bendir til þess að þetta verið gert. Svona birta Rússar svona myndir að því með þetta bara eitthvað fyndið sko. Þeir eru svona að sýna hvernig þeir drekka sko. Það er svona 25% drekkur aldrei og sumir bara sjaldan og það er eiginlega voða fáir sem drekka á hverjum degi og eiginlega voða fáir sem drekka og það er helst þeir sem drekka vodka og bjór og unga kynslóðin frekar í bjór og þeir sem að drekka frekar léttín, drekka sjaldnar og ég sá þetta með þetta hljóma eitthvað kunnulega eins og þetta væri hugmyndum það að það væri hægt að færa fólki hægt og býta yfir í eitthvað annað. Það væri, eða vonda kynslóð myndi deyja út eða eitthvað slíkt. En þegar þeir skoða svona hvernig þeir drekka í raun og veru, þá drekka þeir, ef maður byrjar saman við Íra sem eru vestir hérna á Vesturlöndum, þá drekka þeir nálægt 16 lítrum á mann, Rússarnir, Írarnir 14,5. En það eru fleiri karlar í Rússlandi sem drekka ekkert, það er viðteknari venja eða hefð að fólk drekka ekki og miklu fleiri konur sem að drekka ekki. Þannig að drykkjan leggst miklu meira á fáa kalla eða 70% köllunum drekka meiri hlutan af þessu og þeir eru með 35,4 áfengislítra á ári sem er alveg hryllileg drykkja með við 26 á Írlandi. Og þetta er náttúrulega hryllilegt samfélagslegt vandamál og hryllileg staða sem Rússarnir eru í, búið til að öllu líkindum að stórleiti af. Næst ætla ég að segja ykkur frá þessum manni. Þetta er Vilhjálmur frá Órangíu myndi að heita á Íslandi. Það er hérað í Hollandi og ástæðan fyrir því að Hollendingar eru í appelsínugulum landsliðsbúningum. Hann var konungur Englendinga 1688 minnir mig. Og þegar hann kom til valda og þá kom hann með svona tricks með sér hvernig hann ætlaði að bæta snögglega hag efnahaginn í Bretlandi. Og nýjungi sem hann ætlaði að koma með var séníver. Og ástæðan er svo að þetta er korn og þetta er þetta hveitikorn en þetta getur líka verið bygg og allt svona, það er samasett svona, þetta er svona svipað á egg, hérna er svona skurð sem er hýðið og þetta er svona hvítan og hérna inni er rauðan og hún er olía og hún þránar eins og öll olía, þannig að í hita þegar þú getur ekki kælt að þá eyðilegst korn á svona 2 og 3 mánuðum. Þannig að í öll framleiðsla hafa kannski 20-30%, 15-20%, kannski afföll af allri landbúnaðarframleiðslunni. En með því að framleiða og það er ekki hægt að þegar þeir eru búin að þrána þá er ekki hægt að brugga bjór af því að bjórinn verður ódrykkjarhæfur. En það má brugga séníver úr skemmdu korni. Og líka þú bruggar séníver úr nýju korni að þá geymist það lengur. Og þetta er 1688, brennt vín er að koma til Evrópu bara upp úr 1500. Þannig að brennt vín hafði ekkert verið en einu sérstökur ráði í Bretlandi þegar Vilhjálmur kemur til valda. Og hann gerir meira, hann leggur á tolla og innflutning á víni og líka brendadrykki, það var byrjað að flytja inn brandi frá Frakklandi á þessum tíma. Og á sama tíma þá heimilan bruggun, eimun og sölu og gíni og fjöldi staða sem að mega selja gín, þeim fjölgar alveg gríðarlega í London. Það er talið að á fáum árum hafi verið komnir af 15.000 stöðum sem að seldu áfengi í London á þessu tíma, hafi helmingurinn verið svona gínhús, þar sem að brugga gín. Og það flæddi yfir samfélagið mjög ódýrt áfengi. Og þarna sjáum við að það er ein krá á hverja 36 íbúa. Ég reiknaði á höfuðborgarsvæðinu að það verið svipað að við varum með 5.500 krár. Og þetta gerist bara svona, leið og gínið flæðir hérna yfir. Og neyslan jókst mest á meðal þeirra sem að voru verstsettir, af því að talið er. Og framleiðslan á gín í lítrum talið var 6-föld það sem að áður hafði verið bjór. Og hér er nú fræg mynd, þetta er svona eins og menn sáu fyrir sér bjórinn var, þetta var svona holdlegt svolítið, menn voru feitir og að káfa á konum og eitthvað svona aðeins svona smá synd, en hér er þegar gínið kemur.
hérna missa mæðurnar börnin sín, hér kona að gefa barninu sínu gin, hér maður að veslast upp af vannæringu vegna þess að hann sinnir sér ekki. Þetta kannski svipuð mynd og við sjáum í dag að áfengisneyslu og svo eiturlyfjaneyslu. En þannig upplifðu menn þetta í London, að þegar ginið kom þá var eins og var algjört taumleysi sem að færi yfir samfélagið. Það er til ágætis svona hugmyndir það hversu mikil neysla var. Það ef að þýðum það yfir á áfengislítra þá voru 21 áfengislítri á alla og þar með talið börn. Þannig að þarna hefur líklega helmingur verið yngri 15 ára á þessu tíma, þannig að neyslan hefur verið nálægt svona 40 lítrum á alla, ekki bara kallana eins og var hann í Rússlandi, heldur að öll London dottin í það. Þetta varði í mjög skamman tíma því að menn sáu strax 1729 það varð að gera eitthvað og það var hert mjög lög, það voru sett hver ginlögin á fætur öðrum, 29, 36, 43, 47 og 51 og á endanum að þá virtist hafa náð böndum á þetta og ginið var orðið það dýrt og það voru svo fáir sem höfðu leyfi til þess að framleiða það og selja það að það eiginlega fjaraði út. Það er önnur skýring til þessu að verð á korni hækkaði og þar leðandi gátu bændunni komið korninu sínu á markað og selt á herra verði heldur en ginhúsin voru tilbúin að kaupa það áður. Þannig þetta fjaraði út og Bretarnir og iðnbyltingin var að fæðast þarna og áfengisneysla Bretana var raunverulega formuð niður eins og við kannski þekkjum hana þegar við komum fyrst til London kannski upp úr þessari öld eða hvernig það var. Að þá voru pubbarnir opnir frá 12 til hálf 3 og frá 6 til hálf 11, bara seldu bjór, mikil verðstýring á verði á brennum drykkjum og bjór og svona drykkjulágstéttarnar raunverulega beint í að hálfa skammta áfengið. Og það er raunverulega afleiðing af þessu. Önnur afleiðing af þessu er kannski svo veröld sem að við þekkjum frá upphafi iðnbyltingarinnar sem við sjáum í sögum Dickens og þetta hörmulega mannlíf sem er í borgum Bretlands við upphafið má að öllu líkindum einhverju leyti rekja til þessa faraldur sem að geisaði á ginárunum. Næst langar að segja frá þessu manni. Þetta er Thomas Jefferson. Frelsistíð Bandaríkjanna snerist miklu leyti það að því að Bretakóngur hann leit svo á að indjánarnir, frumbyggjarnir sem væru þarna, þeir ættu sömu rétt á vernd eins og aðrir. Landnemarnir litu svo hins vegar ekki á það. Þess vegna fóru þeir í frelsisstríð til þess að fara í landvinninga vestur. En kóngurinn hafði skorið línu við Mississippi og sagt hvítir menn megi ekki fara í landnám út fyrir þessa línu. Og þetta var einn aðal drifkrafturinn í frelsisstríði Bandaríkjanna, og þeir hafi kannski ekki tátt það, talaði að þeir hafi verið að berjast fyrir mannréttindum og öðru slíku. En aðal hvatamaðurinn að þessari stefnu var Suðurríkjamaðurinn og þræleigandinn og síðar þriðji forseti Bandaríkjanna, Thomas Jefferson. Þegar hann verður forseti þá kaupir hann Louisiana af Napóleon. Það er þetta svæði hérna. Og þetta er raunverulega bara stór hluti af Bandaríkjanum. Þetta er Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, stór hluti af Minnesota, Norður og Suður Dakota, partur af Texas, Nýju Mexíkó. Þetta er eiginlega lungað af Bandaríkjanum. Hér er ótrúleg frjósemi, þetta eru frjósömu slétturnar. Og leið og það er búið að kaupa þetta, þá hefjast svo kölluð indjánastríð og þau taka svona 30 ár fyrir landnemana að ná þessu svæði hér öllu og meira og minna drepa indjánana. En Napóleon, hann seldi þetta á ekki háan penning. Þetta var $15 milljónir, það eru 27,5 milljarðir á núvirði. Það er búið að reikna þetta, þannig að þetta er nokkuð veginn svona verðið sem þetta var keypt á. Ástæðan fyrir hann seldi Bandaríkjamönnum var að hann taldi að ef Bandaríkjamenn myndu eignast þetta svæði þá myndu þeir verða svo mikið efnahagslegt stórveldi að þeir myndu halda Bretlandi niðri. Ekki kannski menn hann lifði, heldur einhvern veginn í framtíðinni. Þá gæti Bretland aldrei orðið það veldi sem yrði áður ef Bandaríkjamenn ættu þetta. Og þannig er, eins og ég sagði áðan, gríðarhendur sléttunar, þetta er frjósamur jarðvegur, 15 metra mold, kolsvört, ótrúlega frjósum og þarna komu skvítimenn og fóru að rækta. Gallinn var að þarna var ekki komin járnbrautir og þarna var ekki komin þekking á því hvernig átti að taka kjarnan út úr korninu, þannig að vandi var hvernig getur komið þessari frjósemi á markað. Og það sem að menn gerðu var að brugga úr því og setja á markaðinu á austurströndinni, því það er besta leiðin til þess að það skemmist ekki allavega bourbon viskíð á leiðinni. Og það steypist yfir austurströnd Bandaríkjanna, mikið magn af ódýru brennivíni. Og hún rauk mjög hratt upp áfengisneyslan. Það er talað
að meðalneyslan hafi verið 1,7 flaska af sterku áfengi á viku, það 25 áfengislítrar á ári og það 3 sinnum meira heldur en Bandaríkjamenn drekka í dag. Og þetta gerist bara á örskömmum tíma. Og hérna svona myndað sér því, hann að svona byrja að staupa sig hérna og reynir við ykkur á konu og það svo meiri áhuga að rífast og sest síðan bara á sumbli og kóluruglaður og hérna orðin hálfslugt gamalmenni og hérna skuldar hann öllum og hann skýtur sig. Þannig að þetta var samfélagið mjög fljótt að læra það hvaða áhrif alkohólismi hefur á fólk. Og þetta reiddi til upplausnar í samfélaginu og innan fjölskyldunar og niðurbrots persónuleikans. Það sagt að eiginlega allir founding fathers, þeir sem skrifuðu undir sjálfstæðisyfirlýsinguna og mannréttindayfirlýsinguna, hafi gengið í templararhreyfinguna. Þetta tekið til dæmi það að hvað þetta var almennt eiginlega svona niðurbrot samfélagsins og augljóst öllum. Og þarna rís bindindishreyfingin upp og menn stíga á stokk og heita því að drekka ekki fyrir sjálfa sig, fyrir fjölskylduna og fyrir samfélagið. Og það nú margir sem að kunna sögur að þessu, þarna verður til ýmsar típur af bindindishreyfingu, meðal annars bindindishreyfingar sem eru dregnar áfram af alkohólistum í Bata, Washingtonian-hreyfingin, sem að gekk mikið út á að var drifin algjörlega áfram að því að bjarga mönnum. Þeir fóru og sóttu menn og reistu þá upp úr ræsinu og gerðu þá að trúboðum fyrir edrú líf. Þeir sem þetta voru blöndurhreyfing, það voru ekki allir alkohólistar inn í hreyfingunni og þeir sem ekki voru alkohólistar, þeim leiddist þetta vegna þess að reglan var sú að það mátti ekki tala nema fyrrverandi alkohólisti. Þannig að allt sem að tala á fundum voru svona upplýsingasögur. En hinir sem að ekki þekktu það og við kannski þekkjum það sem hafa reynt að segja okkar dásamlegu alkohólistasögur við þá sem ekki alkohólistar, að þeir sem ekki alkohólistar nefndi ekki að hlusta á þetta og fóru og sumuleyti brotnaði hreyfingin út af þessu. En hún brotnaði líka út af öðru. En það sem að gerist að þegar járnbrautin koma upp úr 1830 að þá hækkar aftur verð á korni til bænda. Það eru fleiri sem geta keypt kornið að þeim heldur bruggararnir og smátt þá fara svona efnahagslegu forsendunar undan þessu stórkostlega fylliríi sem að koldist yfir Austurströndina. En hins vegar bindindishreyfingin, hún sá þetta ekki þá, þessar efnahagslegu ástæður á bak við þetta og heldur trúðu því að þeim hefur tekist að rekja þetta í burtu. Síðan kemur nú borgarstjórnin í Bandaríkjunum inn í þetta sem að er svona ákveðin straumhvörf. Eftir borgarastyrjöldina þá breytist bindindishreyfingin því að í kringum hana þá gerist margt í samfélaginu. Það verður eiginlega svona húmanismi sem hafi verið kannski frá svona 1800 til 1860 sem að meðal annars ýtti undir borgarastyrjöldina með afnámi þrælhalds að þegar að stríðið unni þá eiginlega fjarar undan þessum húmanisma. Og það eins og þeir sem að unnu stríðið hafi tapað friðinum. Við þekkjum það öll að kjör til dæmis svartra í Suðurríkjunum bötnuð ekkert við það að fá frelsi. Þannig að það eins og þessi húmanismi sem alkohólistanir eða þeir sem nutu þess ákveðið í byrjun 18. aldar að eftir borgarastyrjöldina þá það ekki. Þá bindindishreyfingin hætt að vera góður staður fyrir alkohólista. En hún eflist hins vegar og að hluta til ekki kannski að þeirna, en leiðin þeirra til þess að þeir byrja eftir borgarastyrjöldina að vinna að algjöru áfengisbanni og það byggir bara á trú að því að húmanismi dauður þá trú ekki að fólk geti skánað. Þess vegna verðum við bara að koma á algjöru áfengisbanni og þeir áttu sig á því að leiðin til þess að það þarf að gera tvennt. Það þarf að koma á almennu tekjuskatti til að gera alríkið óháð áfengisgjaldinu. Og menn myndu halda að það að vera helvíti stórt skref að reyna að koma á almennum tekjuskatti í Bandaríkjunum í kringum 1900, það helvíti stór biti að kyngja og þeir þurfa að láta konur fá kosningarétt. En þeim tókst þetta hvort ekki. Þannig að bindindishreyfingin í Bandaríkjunum alveg ótrúlegt svona stjórnmálalegt og félagslegt afrek. Það má þó ekki gleyma því að helstu andstæðingar þess, svona verslunarráð þess tíma, sem að tók að sér að verja áfengis sölu og frjálsa áfengissölu voru bruggarasamtök Bandaríkjanna
sem að samanstóðu fyrst og fremst að þýskaættuðum bruggurum, Anheuser-Busch og því þekki þetta sem hefur í Bandaríkjunum, þetta heitir allt einhverjum þýskum nöfnum. En þegar að Bandaríkjunum drógust inn í fyrra stríðið og fóru að berjast við húna eða Þjóðverja, þá mistu þessi samtök, þessi bruggarasamtök raunverulega málfrelsið. Það hlustaði ekki á þýskaættaða menn og þar meðlega hvarf vörnin allt í einu. En undir þessari baráttu var svona ótti að samfélagið væri að fara til helvítis. Að það væri í borgunum flæddu inn innflytjendur og núna kannski meira frá Írlandi og Ítalíu, kaþólikkar sem eignuðust fleiri börn og svona fyrstu kynslóðu landnemanna sem voru mótmælatrúar og einhvern veginn svona fólk sem bjó í smærri borgum út á landi hafði á tilfinningunum að væri algjörlega að missa þjóðina úr höndunum og það yrði að gera eitthvað og til þess að sporna við þessu. Þannig að í það sóttu þeir svolítið svona aflsitt að geta komið með svona drastískar aðgerðir og tekið fram fyrir raunverulega svona frjálst val fólks. Og við þekkjum það ennþá í dag að sömuleyti bandarísk stjórnmál ennþá að snúast þetta tvennt. Þetta svona einhver svona tepóshreyfing Miðvesturíkjanna og þetta einhver svona glundroði sem að þeim finnst Obama og demókratarnir standa fyrir. Alkohólistarnir þeir kom ekki vel út úr þessu. Á snemma 18. öldinni voru byggð mikið svona hælum fyrir geðsjúklinga og alkohólista. Þetta voru svona vínar í eyðimörkinni þar sem að fólk fór og var tekið inn, ekki gert út úr því þarna verið góðir garðar, rúmt fólk og hugmyndin var svo að þú kæmir þarna inn og þá myndir þú bara jafna þeim einhverjum hætti. Það verið veitaður einhverju góða umhyggju og þú myndir ná áttum annarkvort bara að komast yfir eitthvað áfall og geta svo farið aftur út í lífið. En þegar að þarna 1900 og fyrir 1900 þá fer þetta að breytast og þá verður þetta hryllilegum geymslustöðum. Þá þetta raunverulega, þá var tekið geðsjúklingar, þroskaheftir, alkohólistar og fleira, fluttu ykkur upp í sveit, hrúað inn í svona hús, oft vanaðir og eitthvað fleira, því að þetta var meira og minna gert í krafti einhver svona mannkynsbóta. Það var verið að bæta þjóðina. Þess vegna þurfti að taka alkohólistana, flytja upp í sveit, banna áfengi, svo ekki yrðu fleiri alkohólistar til. Þetta var eiginlega triksið. Það er svolítið deilt það hversu mikið bannið dró úr áfengisneyslu. En einn aðferð að skoða hvað var mikið skorpulur og ég sá það einhvers staðar metið að það við dregið svona 2/3 úr áfengisneyslunni samkvæmt því. En þetta var mjög mismunandi. Það í sveitum og bæjum þá eiginlega hvarf þetta algjörlega, svipað og gerðist á Íslandi. En í stærri borgum þar sem að glæpasamtök náðu fljótlega tökum á dreifingu og sölu á áfengi, að þá dró kannski tímabund úr þessu, en þegar þeir voru búin að ná styrk, að þá dró eiginlega, þá var áfengisneysla komin bara á svipaðan stað og annar staðar. Það þó að meirihlutin hafi kosið bannið yfir sig, að þá var andstaðan alltaf öflug og sérstaklega þá í borgunum og eftirlitið var aldrei mjög virkt, þannig að þetta var mjög fljótlega óvinsælt þar sem þetta þótti bera raunverulega með sér mikla svona lögleysu. Þetta svona svipaði með kannabisreykingar í Bandaríkjunum í dag. Þetta náttúrulega hefur svona eitrunar áhrif á samfélagið, að þetta bannað, en það hins vegar þetta hálf opinberlega leyft. Það var alltaf hægt að fara í bíó og að sjá menn reykja kannabis og þannig var náttúrulega ástandið á bannaranum. Og þegar banninu var aflétt, þá jókst drykkjan ekki í stærri borgunum og ástæðan var sú að glæpasamtökin höfðu búið til, átti engu vandræðum með að búa til sölunett og sölukerfi sem að uppfyllti allar þarfir markaðarins. Og sumum borgunum, talið fyrir stærstu borgunum, að þegar banninu aflétt þá drógu drykkju. Og ástæðan var sú að það kom áfengisskattur og þannig að áfengisverðið hækkaði. Það mátti ekki selja þeim sem voru ungir og það voru opnunartímar, þurfti að vera að loka fyrir eitthvað tiltekinn tíma sem að glæpamenni tóku ekki marka. Þannig að það skiptist raunverulega úr svona villtum kapitalisma yfir í svona aðhaldsstefnu. Þannig að þegar mér heyrir það að Bandaríkjamenn eru að undirbúa sig svona samtal kannabis. Að þeir að segja raunverulega að við erum komin á sama stað með kannabisið og við vorum með áfengi 1930.
Það raunverulega við getum minnkað reykingarnar með því að leyfa það. Og ég spái því að við höfum eftir að heyra miklu meira af slíku samtali. En einhver kippur hefur kannski komið upp, við þetta þegar ég var að sýna þarna áðan kortið með þennan toppnum sem kom í Rússlandi. Þegar banninu var aflétt þá kannski kom svona drykkjutoppur. Allavega var það nóg til þess að Bill Wilson fyrir nóg ætti að drekka bara 2 árum síðar eftir að banninu var aflétt. Hann dugði ekki lengur. Ég dugði í 9 mánuði eftir að bjórinn kom, þá var ég komin í meðferð. Það getur verið erfitt. Það getur verið erfitt fyrir kalla miðum aldrei að fá svona eitthvað allt í einu, þegar maður hallar sér upp að einhverju svo hverju veggurinn á þetta maður. Það Ísland, var Egill Skallagrímsson alkohólisti, það veit enginn og ég heldur, og ekki trúa neinu sem ætlar að fara að segja það. Það eiginlega ómögulegt að vita, en hins vegar geta menn velti fyrir sig, kannski vera þunglyndissjúklingur og ég talað allir séu núna svona self-medicated, þannig að við drukkið út af því. En þetta hins vegar allt annað umhverfi og okkur leikmennina og kannski átta sig á því hvað svona umhverfi með áfengisdrykkju áður en að brenndu drykkinni koma. Hægt að drekka í sig alkohólisma á 1% einhverju miði búnum til misu. Ég veit að það kannski þetta viðhalda alkohólismanum að halda það að maður geti gert það, en getum að drukkið í sig alkohólisma með 1% misu, ég veit ekki, kannski Þórarinn svarar því eftir. En það hefur verið svona, ég fór að leita að þessu, hvað verið svona upplýsingar hvað menn drukku raunverulega. Og það var, á því að menn drukku mikið, það var bjór var allstaðar, eða þá eplavín eða eitthvað slíkt, eða vín í sunnar í Evrópu. Og það var eiginlega aðal drykkurinn, til þess að öllum sjóferðum og allt, þá varst að fara með áfengi með þig því að vatn fúlnaði og þú gast drepið á því að drekka vatn. Og það sama gerðist oft í sveitum og öðru slíku, þannig að einhvers konar áfengur drykkir voru megin vöku sem fólk lét ofan í sig. Það hafi verið sagt að það hafi reiknað út af pólskir bændur, hafi drukkið lítra öl á hverjum degi og með þessi 1% þá var það svona 3,6 áfengislítra, það svona svipað og Íslendingar drukku þegar S.A.A. var stofnað. Enski bændur, það eitthvað svipað og danski sjómenn, Danir alltaf að drekka mikið, en það var svona 16,5 áfengislítur. Ég sá það líka enski sjómenn, það var svona svipað, þeir fengur svona gallón á dag, hver maður fyrir sig. Þannig að menn hafa svona létt hífaðir allan tíman. En hins vegar þekkt alveg ofdrykkjuna þó að sterk áfengi sé ekki komið. Þá það til heimildur það að menn hafi varað við mikill áfengisneyslu. Það til í Róm og það til í Grikklandi og það líka til á Íslandi. Það til dæmis til í Sverris sögu, þar sem að Sverrir kongur látin halda ræðu. Þetta öllu líka skrifað af kristnum ábóta. Og ég má lesa þetta bara. Þeir megið á minnast hvað efni ofdrykkjan eða hvað hún aflar eða hverju hún tínir. Það í fyrsta, að minnst að sá þýðist ofdrykkjuna, þá fyrirlætur hann allan fjáraflan, því ofdrykkjan tínir fénu og glatar, þar til sá maður fullsæll var að verða velsæll og volaður. Sá annar hlutur ofdrykkju að hann tínir minninu og öllu því gleymir hann. Honum væri skylt að muna. Þannig að hann nú verið að lýsa mönnum í konstant blackáti og búin að drekka frá sér öllum peningunum. Hann heldur áfram. Það þriðja þá girnist hann hinn að röngu hlutina og hræðist eigi að taka fé með röngu og svo konur. Þetta siðferðilegt niðurbrot. Sá hinn fjórði hlutur ofdrykkju að hún eggjar hann að þola engan hlut, hvorki orðni verk, gjalda móti halvu meira illt en til sé gert og enn umfram eggjar hún þess að leita lastmæla á þá óvaldir eru. Þetta ekkert ólíkt því sem ég lýsti Stalín áðan. Þetta bara paranoian og það mörg fífl í lífi þessa manns. Þá sá einn að hann þreyti líkamann til að þola vandræðið, mæðast af vökunum, tína blóðinu í öllum liðunum og spilla blóðinu til vanheilindis og þar með að tína aldrei heilsunni. Ég veit ekki hvað þetta heitir en þegar alkar búin að drekka það mikið þá þetta byrjað að ganga undarlega, ég veit ekki hvort það sé að lýsa því. Og þá farið eigunni, heilsunni og vitunni, þá eggjar þá að fyrirfara því ólógað það sálan. Eggjar þá að órækjast alla rétta síðsemi, girna syndinnar, en afhugast Guði og öllu hinnu rétta, minnast á engan hlut þann hann hefur gert. Lítið nú á, ofdrykkjumennirnir, þá þér skiljist frá öllu í senn drykkjunni og lífinu, hvað líkast hver þá mun grípa við sálunni.
minnast á hversu ólíkt þetta athæfi því að vera skildi því öllum hlutum skildi stilling fylgja. Ég veit ekki að þetta hljómar svolítið eins og alkohólismi frekar heldur svona almennar siðabætur hófsamt líf og annað slíkt. En þetta maður að lýsa innan úr veröld þar sem að kannski sterkusta vínið 1 eða 2%. Þannig að vel má vera að Egill Skallagrímsson hafi verið alkohólisti. Brennt vín kemur hingað svona tiltölulega fljótt, ég sá nú ekki alveg það, svona 1500–1600 og ástæðan sú að hérna löng leið og það miklu ódýrara fyrir kaupmanninn að flytja inn brennt vín, það bara minna bölk og ódýrari flutningsgjald og þannig að brennt vín flæðir hér yfir sveitinnar og við þekkjum öll sögur þessum íslensku miðaldum svona eftir síðaskipti 1550 fram undir 1900, þetta óburðu að mannlíf hér, drukkni prestar, sýslumenn fallandi ofan í pytti og deyjandi, Magnús í Bræðratungu og endalaust. Þannig að þetta mjög þekkt í raunverulega þjóðarminninu, þær hörmungar sem áfengi leiddi yfir embættismennina sérstaklega. Við höfum kannski minni fréttir af því drykkju almúamanna. Og svo þegar borgin byrjar að stækka þá eykst drykkjan, það gerist alltaf með þéttbýlismyndun. Það eru aðgerðir mjög fljótlega, svona upp úr 1700, þá er farið að þrengja að leyfi til þess að selja áfengi. Þegar einokunin lokað 1789 eða 87, að þá er mjög þrengt að áfengisverslun og takmarkar opnunartími, hækka verð og eitthvað fleira. En á móti kemur þéttbýlismyndunin og það er þekkt að í þéttbýlismynduninni þá er meira ofdrykkju, en það kannski auðveldara að vera þar. Það er sama á við fíkniefnaneyslu í dag, hún er meiri í borgum heldur en í sveitunum. Og svo vitum við það að þeir Íslendingar sem fóru til náms í Kaupmannahöfn fóru þar oft kornmiklir piltar, 15–16 ára gamlir, að það er gríðarlega afföll af þeim, að margir þeirra versluðust upp í alkohólisma og hörmungum. 1874 að þá fá Íslendingar nýja stjórnarskrá og ég hef haldið fram að það var alveg ótrúlega lyftistöng fyrir Ísland. Það var svona algjör sólarupprás í félagslegu lífi Íslendinga. Það fengu það var eins og bara vítamínsprauta í raskandi og heilli kynslóð sem reis upp og upp eða þannig að þau væru að eignast algjörlega nýtt Ísland. Að það væri þeirra hlutverk að byggja upp nýtt Ísland. Og það er til dæmis læsi og skriftir almúamanna, dagbókarskrif, metnaður þeirra til náms og fleira bara ríkur upp á þessum tíma. Og út úr þessari kynslóð og hversu sem ástæðan fyrir, það getur verið að sé stjórnarskráin, það getur verið að þarna voru að koma peningar í fyrsta skipti inn, þarna var sjávarútvegurinn að verða til, þarna voru normenn byrjar að stunda hvalveiðar á Austfjörðum, þannig að það kom einhverju peningar inn í samfélagið. Vistaböndin og þrælkun í sveitum og þrælahald raunverulega, ánauð vinnufólks var að bresta út af vestuförunum, að bændunni gátu ekki haldið, þau voru komin í samkeppni vinnuaflið, þannig að það er alls konar rót sem á sér stað í íslensku samfélagi og þetta getur af sér þar sem að síðar hefur kannski verið kölluð svona aldamóta kynslóðin. Og eitt af því sem hún gerir fyrir að stofna ungmennafélögin og kauffélögin og síðar verkalýðsfélögin og allt þetta, að hún stofna templarafélögin. Og strax upp úr 1870, 1880 þá dregur áfengisneyslu á Íslandi, löngu áður en bannið kemur. Og það er fyrst og fremst gert með einhverju svona átaki í þjóðarinnar að vera edrú fyrir sjálfan sig, edrú fyrir á ætt og edrú fyrir samfélagið. Ég setti þetta datt nú inn bara. Þetta er nú bara að því að þetta er nú franskt á sama tíma, en þannig að þetta var alls þar í heiminum. Það voru allar þjóðir að glíma við bölið sem að fylgdi brenndu drykkjum. Og þetta er 1908, þá var þjóðaratkvæðagreiðsla, þá sögðu 60% já, konur voru ekki konur með kosningarétt. Og ég veit ekki, ég held að það sé eiginlega eina þjóðaratkvæðagreiðslunum bann þar sem konur tók ekki þátt í heiminum. Þetta var fyrsta þjóðaratkvæðagreiðslan. Og ekki, það var ekki Ólafur Ragnar sem fann þjóðaratkvæðagreiðsluna, það voru þarna 1908 og það vannst bannið. Þó svo að konuna væri ekki, því að konuna voru náttúrulega svona siðferðislegur kjölurinn í öllu samfélagum. Það drukku síður og þær voru náttúrulega ótrúlega þreyttar á að taka á móti fullum köllum heim og sáu bara framtíð sína glutrast niður út af þessum druknu köllum.
1909 verður þetta lög frá Alþingi, 1912 er aðflutningsbann, það er langur aðdragandi að þessu, sölubann ekki 1915 og það eru veittur undanþágur til sendiráði sem voru enda bara 2, norskt og franskt og skipa og til lækninga. En 1917 þá mega apóteki fara að selja áfengi. Þetta telja templararnir og löggan og fleiri. Þetta er eiginlega einu raunverulegu bannar á Íslandi, 1915 til 1917. Því að þegar að læknavínið fer inn í apótekin, að þá fer að breiðast út drykkjan bara strax samfélagið. Þannig að þetta eru raunverulega einu sönnu bannor. Og þá halda með því fram að glæpir hafi horfið í samfélaginu. Dýflissan eða fangaklefarnir niður í Pósthússtræti voru leigðir til fólks fjölskylduna í heimilisvanda. Þannig að það var ekki þörf fyrir fangageymslur. En síðan kom að spönsku vínin, Spánavínin. Spánverjar neituðu að kaupa saltfisk nema við keyptum vín á móti. Og það var að gera samningur það. Líklega hefur Kveldúlfur og Tóri Jensen gert þann samning. ÁTVR var stofnað sem skiptir kannski ekki máli. En 1933 er aftur þjóðaratkvæðagreiðsla og þá er afnámið samþykkt með 58%. En það var það þá löngu hætt að virka, svipað í Bandaríkjunum. Viljinn var alveg klár, en það hætti að virka. Það var 45% kjörsókn, eða ég veit ekki hvað þýðir. Kannski vissum en hvernig það myndi enda. Kannski skiptið það engu máli hvort áfengi var leyft, því það var hvað sem er hægt að fá sér áfengið og vildi. Kannski voru hófdrykkjumenninni sem höfðu ekki áhuga á að fara á kjörstað, því að þeir hafa aldrei verið í kröfugöngum að fá að drekka í sjálfum sér. En eftir þetta þá var áfengisstefna raunverulega alveg óbreytt fram til 1980. Það var áfengisgjald var hátt, það voru fáir útsölustaðir, það var takmarkar opnunartími og það var eiginlega þessi áfengisstefna, aldamótakynslóðan og kreppukynslóðan, hún hélt svolítið áfram. Og við þekkjum þetta sjálf. Og þetta er eiginlega áfengisstefna sem var í boði. Þetta er eiginlega tilboð templarana en svolítið veikt af því það er ekki bann áfengi, þetta er bara torveldur aðgang að því og tilboðið er eiginlega eins og ég var að lýsa áðan. Það mun ekki vera til nýjir ofdrykkjumenn og rónandi munu deyja út því að í þessu fylgdi að það var lögguvæða ofdrykkjuna. Þannig ef að maður fannst fullur þá var hann handtekinn og hann var settur í fangageymslu. Ef hann var handtekinn 2 eða 3 þá var hann fluttur út úr bænum á Gunnarsholt eða eitthvað drykkjumannahæli. Þannig að það var tekið á ofdrykkjunni eins og lögreglumáli. Og það var trúað með því að raunverulega gera ofdrykkjumenn óvirka í samfélaginu, hafa takmarkan aðgang að áfengi, að það myndi vandamáli hverfa með nýjum kynslóðum. En síðan inn í þess að þá er þetta alveg til 1980 sem þessi áfengisstefna heldur og það kemur stríðið inn í þetta og stríðið breytti náttúrulega gríðarlega miklu. Íslendingar efnuðust, neysla jókst, það kom allt annars konar kynslóð út úr stríðinu heldur hafði verið áður. Það var engin kreppukynslóð, engin aldamótakynslóð, það var kynslóð sem vildi ekki beygja sig undir þessar hófsemdarkröfur þessara kynslóða. Vildi þetta að hófsemd væri lífsafneitun og leiðindi, sparsemi væri níska og taumald væri bara bæling og leiðindi. Og það var allt annars konar stemming. Sólandaferðina byrjaði 1960. Fólk fekk svona víbo og keyrði bara út úr bænum og hélt þar drykkjuvislur í fjallaferðum. Tróð sér inn í tjaldi hvort í öðru. Það var komið fólk sem ólst upp í Reykjavík og vildi vera borgarmanneskja, vildi ekkert vera einhver ungmennasfélagsanda. Og það var komið jazz og það var komið swing og þetta breytist. Og þetta hélt áfram. Það var komið stúdentauppreisnir, miklu meiri skilningur að ég geti sjálfur að móta mitt eigið líf, ég á ekki að beygja undir kröfur samfélagsins og það var rock and roll og fólk reis úr og ofan og það sem að einhvern tíma mátti ekki sjást og var það að fela, að það var allt í einu komið fram og samfélag var orðið miklu margbreytilegra. Það var alltaf vafasamur að vera hægt að halda utan einhverju einni siðferðisstefnu utan allan hópinn og þetta hélt áfram að brotna upp. Íslendingar fóru náttúrulega kynntust í hvernig það eru útlöndum og það var ekki svona í útlöndum annars staðar. Það var ekki á Spáni til dæmis að maður mætti ekki drekka eftir mærið að vera komin inn á staðinn klukkan 11:30 eða eitthvað svoleiðis. Það mátti drekka á miðvikudögum, það mátti drekka í hádeginu og þannig að fólk kynntist þetta var ekki svona. Og svo er ég nú með dæmi þetta bara að hvað samfélagið þetta er alltaf að gerast á svipuðum tíma og menn sóttu sem mismunandi gildi, þannig að það var kannski hugmyndin að vera eitt siðferðilegt gildi fyrir alla gat ekki staðist lengur. Af því að þú áttir að vera í sjálfsköpun. Ég er punkari og þú er diskómaður og hvernig á sömu reglur að geta gilt fyrir okkur. Við erum allt annars konar fólk. Við líkar ekki svona við þig. Og svo var náttúrulega annað. Þegar að bannið fjallu þá er Reykjavík
hérna, aðeins tegið sér hérna og hérna upp yfir. Hérna, þetta byggðist innan Hlíðarnar, restina Vesturbænum, Seltjarnarnesið, Fossvogurinn, Heimanir og Voganir, Laugarnesið, Árbærinn, Neðra Breiðholtið, Efra Breiðholtið, Kópavogurinn byggðist, hérna var smá byggðakjarni, tegði sig hérna upp, hérna var að byrja að koma byggð, þetta var allt annað. Þetta var bara gert að líka íslensku samfélagi saman á 1930 og 1980. Þannig að það var allt að bresta og eina sem stóð á móti var þessi maður. Það var eiginlega eini maður sem reyndi að verja gömlu áfengisstefnuna. Því að stjórnmálamenni voru löngu búin að yfirgefa þetta og nettus ekki. Og skildu hann eftir. Það var nú rifjað upp hérna að undan að hans besta aðferð var að þykjast að missa kröfurnar í Stykkishólmi, brjóta brennivínið. Ég held að það sem ekki satt. En ég man nú eftir greinum eftir hann og maður kannski að fara að lesa þar aftur. Ég vissum að það eru brilljant. Ég vissum að hann hefði margt til síns máls. En þegar að hann var komið, þá var enginn að hlusta á templara. Þeim hefðu fækkað, þeir hefðu elst og þeir hefðu raunverulega mist algjörlega hljómgrunn. Það er auðveldara kannski fyrir útrásavíkinga að ná eyrum í dag heldur templara 1980. Og þá kemur S.A.A. Og S.A.A. kemur inn með náttúrulega, ég ætla ekki að fjalla það, hvað stofnendur S.A.A. voru með í höndunum. Þeir voru með nýtt líf fyrir sig og þeir hefðu séð aðra öðlast nýtt líf og þeir komu og ætluðu að bjarga lífi einstaklinga. Og það var stofnað S.A.A. og það sprakk út og þetta stofnað með ótrúlegum krafti og nær strax ótrúlega víðum hljómgrunni. Og ég vil halda því fram að þó svo að þeir sem héldu utanum verðmæti S.A.A. hafi litið á þetta sem lífsbjörg, þá hafi aðrir heyrt öðruvísi. Einhver leyti hafa samt S.A.A.-mennirnir eftir að segja þessu að þeir voru að tala inn í áfengisstefnu, því að það er í lögum S.A.A. að samtökis vera á móti boðum og bönnum, þeir setja sig upp á móti templarhreyfingunni. Og þetta gerist 1977, þetta heitir laissez-faire, sem að þykir ekki vinsælt í dag. Þetta er 77, þetta er 2 árum áður en Thatcher kemur, 3 árum áður en Ronald Reagan kemur. Þá kemur S.A.A. raunverulega með að það bara eigi engin boð og bönn að ríkja, heldur á einstaklingur og fullkomlega frjáls. Og þau kannistu frasana hvað þú drekkur, það er þitt mál, en ef þú vilt fá hjálpa þá er það okkar mál. Þannig að S.A.A. stillir sig áfengispólitískt á móti bindindishreyfingunni. Og ég held að það hafi verið hluti af því sem var þess valdandi S.A.A. náði svona góður hungrum. Þeir komu allt í hennu með lausnina, hvernig var þetta að fara út úr þessu vandamáli sem að var þessi 50 ára gamla áfengisstefna sem að sárafáir á Íslandi vildu hafa. Og tilboð S.A.A. sem var náttúrulega ekkert, S.A.A. kom ekkert með þetta tilboð, ég bara orðið þetta svona. Og þessi að við skulum þurrka upp balkana og þá þarf ekki að halda upp í óvinsælli og aðhaldsamri áfengisstefnu. Og það er, við skulum sjúkdómsvæða ofdrykkjuna, hún er ekki lengur lögreglumál, við tökum alkana og við læknum þá, en við affélagsvæðum áfengisvandann og þar leiðandi geta allir bara drukkið eins og vilja. Það er ekkert vandamál. Og þetta er gert. Á mjög skömmum tíma þá fellur raunverulega gamla áfengisstefnan. Það er ég veit ekki hvort þið tóku eftir, ég hef mynd af ríkinu hérna. Það er kannski svo langt í það. Hérna, munið eftir þessu ríki, þetta er Lindargöturíkið. Og svo mjög fljótlega þá verður ríkið, þetta verður andlit ríkisins. Það er svona, áfengi verður eðlileg neysluvara, því það er ekkert vandamál með því, það er bara þeir sem geta ekki notað þetta, við bara tökum það og læknum á henni í bakherberginu. Og það var opnað á miðvikudögum, það var opnað í hádeginu, það var opið allan daginn, það var fram á nótt og leyfis veitingar rýmkaðar, ég hef ekki tölur á þessu, þið bara vitið þetta sjálf, þetta fór úr einhverjum kannski 20-30 vínveitingastöðum á Íslandi upp í einhver ég veit ekki hvað er 700 eitthvað í dag. Það er ekki til það krummaskuð á Íslandi sem að ekki er með vínveitingastað. Og það er eiginlega vorið erfitt að finna staði sem að eru ekki með vínveitingaleyfi. Það maður getur farið þar inn. Til dæmis hvar á maður að fara með nýliða eftir fund. Það er ekki alveg gefið. Og ríkið heitir ekki lengur ríki, þetta er vínbúð. Og áfengisauglýsingar eru óformlega leyfðar á Íslandi. Það er bara, ég horfði aðeins á sjónvarpi í gær og það var bæði Túborg og Carlsberg auglýstu ekki kringum íþróttaleiki, það var bara eitthvað kringum eitthvað þátt á eftir fréttu við seinni fréttana. Þannig það er engin að gera neitt í því. Þannig að munurinn á áfengisstefnunni sem verður til upp úr þessu og því sem var til áður er gríðarlegur. Sést, þetta eru árin og þetta eru mismunandi aldursflokkar hvernig þeir drekka. Og hér sést þegar neyslukynslóð
kynslóð eftirstríðsárana. Þetta náttúrulega gullna kynslóð S.A.A. Þetta fólki sem að stofna S.A.A. Þegar þeir koma hingað og þau, að þá ríkur það sem að drekka vikulega kallanir úr 5% í 45%. Þannig það bara, það ger breytist. Það helmingurinn af öllum köllum sem eldri 50 drekka einu sinni í viku. Og það gerist bara búm, allt í einu. Bara á 5 ára tímabili kemur þessi kynslóðin inn. Og það sem eiginlega gerast tvennt. Það annars vegar neyslu kynslóðin að eldast inn í mjög rúma áfengisstefnu. Hérna náttúrulega kemur bjórinn. Og svo fylgja aðrar kynslóður eftir. Þetta eru konur sem að drekka ekki. Þetta eru ömmunar. Þegar S.A.A. stofnað, þá kannski helmingurinn af ömmunum sem eldri 50 sem bara drekka ekki áfengi. Nú það komið niður í svona 7%. Mömmualdurinn, þegar S.A.A. stofnað, þá eru 35% af mömmunum drekka bara ekki, 3/4 af konum. Það bara þykir félagslega boðleg ákvörðun lífinu að drekka ekki. Af því að það komið börn og fleira, það bara drekka ekki. Það komið niður í 5% og það líklega okkar konur sem hættir að drekka, bara af því að fóru í meðferð. Þannig það allir farnir að drekka og þetta gerist ótrúlega hratt. Og hvað áhrif þetta hefur á samfélagi, ég veit ekki. Þetta er náttúrulega, það hefur svolítið áhrif á samfélagi að þessi engin raunverulega til að viðhalda hugmyndunum að maður geti lifað án áfengis. En þetta kom í ljós náttúrulega, ég kalli þetta tilbúið S.A.A. Ég nú íta þetta var ekki tilbúið S.A.A. Ég segi bara að þetta hljómaði þannig þegar S.A.A. kemur inn, þá kemur allt í einu lausnin út úr þessu vandamáli. Það kemur náttúrulega mjög fljótlega í ljós að þetta ekkert að virka. Áfengisvandinn ekkert að minnka, hann aukast. En þá gerist það að fólk horfir meira og minna, í staðinn fyrir að horfa eins og ég var að sýna áðan, hvernig áfengisneyslan dreifis út alla samfélagshópana, að þá horfa menn á ungvið, þá kemur upp gamla hugmyndin það að við skulum allavega bjarga æskunni. Þið kannist við þetta. Og þið kannist við þetta bara hvað, ekki langsorglegast að sjá ungt fólk þeir sem að koma í meðferð eitthvað leys, spyr fólk. Ég veit ekki hvort það er það endilega, ég held að það veri bara ánægilegt að fólk komi snemmi í meðferð. Það er þetta eimir ennþá eftir að þessu. Og líka hugmyndinu sagði að þessu tíma á 9. og 10. áratugnum að þá er þetta líka hugmyndu þá ógnin að koma utan. Þetta eru fíkniefnasalar sem að spilla börnunum okkar. Þetta er ekki samfélagið okkar sem að hnigna út af vaxandi neyslu og vaxandi vangetu til þess að sinna börnunum, heldur ógnin sem koma utan, það einhver menn sem eru við skólalóðin að selja fíkniefni okkur. Og þetta verður svona ríkjandi hugmynd að viðspyrnan eigi að vera þar. Og þetta nú, og þá kemur það sem ég myndi kalla tilboð vímulausrar æsku. Og það við skulum fræða ungdóminn vímuefnin. Þá mun vímuefnavandi degi út með nýjum og hreinum kynslóðum sem að vita betur. Og það siðvæða vímuefnavandi unglingana. Bara ef við kennum þeim að þetta er rangt, að þá munum við ekki gera þetta. Og við glæpavæðum vímuefnaneyslu, ólöglegar vímuefnaneyslu og handtökum fíkniefnasalana. Sjúkdómsvæði ofdrykkjuna, höldum áfram að þurrka upp alkana og vímuefnasjúklingana. En þá getum við áfram affélagsvætt áfengisvanda fullorðina og haldið áfram að drekka. Þannig það hefur haldið áfram. Og þetta er eiginlega svo stefna sem er í gildi í dag, að það við dæmum burðardýr í 4 ára fangelsi. En framboð og eftirspurn eftir vímuefnum heldur áfram. Þetta er reyndar, kemur aðeins inn á það, þetta er kannski ekki alveg svona. Drykkja í grunnskólu minnkar, en samt segjum að það nú hefur drykkja í grunnskólu minnkar núna 15 ári röð. En af hverju eykst þá alltaf neyslan í samfélaginu? Auðvitað það drykkjukynslóðnar eldast, það kemur eitthvað umleita móti, en það raunverulega það þarf eiginlega ekki að ræða það hvort að það hafi einhver varanlega áhrif minnkandi drykki í grunnskólum, hún hefur það ekki. Drykkinn kemur bara strax á eftir. Börnin okkar eru bara lengur að vera fullorðin, það er erfiðara að koma þeim að heiman, þau eru börn lengur. Stór hluti að þessu máli. Og framlög til meðferðar, þau hafa ekki tekið tillit til þess hvernig sjúkdómur hefur breiðst út úr samfélagið. Heldur ennþá eru framlögin sem S.A.A. fær eins og sé alltaf verið að gera stofnendunar edrú. Svona miðaldra kalla sem eru í góðri vinnu og þurfa raunverulega bara smá pöpp og klappa á bakið og sparka í rassinn og faraður út og finna sér aftur, finna aftur fótanna og tekja vel á móti þeim í samfélaginu. Það er ekki, framlögin miðast ekki við það að við séum með langleita sprautufíkla, að við séum með aldraða, að við séum með ungt fólk sem er í gríðarlegum félagslegum vandræðum og langa leið þess að komast út í samfélagið, annars slíkt. Það er ekki aukning til okkar eftir því hvernig áfengi breiðist út um samfélagið.
og neyslan eykst og ofneysla áfengis og vímuefna vex og þar af leiðandi fjölgar áfengis og vímuefnasjúklingum og kostnaður samfélagsins hækkar. Þetta Bakkus og ég segi að hann ekki til, hann eins og jólasveinninn, þetta bara góðsögn og það getur verið gott fyrir kannski áfengissjúkling að líta svo á hans að glíma við Bakkus, hans að glíma við eitthvað sem innra með sér og við þekkjum þetta í bókinni og ég man að einhvern tíma sagði kona á fundi að þegar maður verður edrú og verður þar sterkar og sterkari í edrú mennskunni sinni þá má maður ekki gleyma því að Bakkus líka að æfa sig sko. Og þegar hann nærðir líka, hann alltaf líka náðir sko. Og hann verður andstæðingur stendur í heilagri bók. Þannig ég ekki að gera lítið úr því, en hann alveg glataður sem einhvern veginn hugmyndum áfengisstefnu, að þetta sé veikleiki mannsins. Þar gerum við ráð fyrir því að við getum raunverulega ekkert gert. Því hvernig ætlum við að glíma við veikleika mannsins? Maðurinn búinn að vera veikur bara síðan í Eden og hvað hefur við að gera? Það gerum við ekki neitt. Þess vegna sé ég við höfum bara átt okkur á því að Bakkus ekki til. Þetta maður sem heitir Gary S. Becker. Hann fekk Nóbelsverðlaunin í hagfræði og hann á syni sínum og félaga sendi umsóknir, þetta saga sem okkur var sögð einu sinni, í svona sjóði til þess að fá styrk til þess að rannsaka tengsl verðs og eftirspurnar á crack-markaði í Los Angeles. Og þetta var svona þetta var leikur á milli þeirra. Því þetta var eiginlega eina sem að hagfræðingar áttu eftir að rannsaka til þess að geta sanna tengsl verðs og eftirspurnar, að verð hafi áhrif á eftirspurn. Því herra verð því minni eftirspurn. En þeir fengi aldrei styrk því að menn fannst þetta svo fráleitt. Hvernig dett ykkur þegar það vita allir hvað niðurstaðan er. Þetta er náttúrulega fíkniefnasjúklingar. Þess vegna hefur verðið engin áhrif. Þannig að umsóknin þeirra þvældist á milli eitthvað í 2, 3, 4, 5, 6 ár. Svo loksins fenguðu styrkinn og gerðu rannsóknina og niðurstaðan var akkurat öfug við það sem að fólk hélt. Að verðtengslin á fíkniefnamarkaðinum var ekki minni en á venjulegum markaði, heldur meiri. Og ástæðan er eins og svona dómínóeffekt. Og þau byggu til hugtak sem heitir fíknivara. Þeir geta ekki notað læknisfræðilegt hugtak, þá var það fíknivara og þú getur notað það í víða, þú getur farið að velta fyrir þig hvort að tölvuleikir eða sykur sé fíknivara. Fíknivara er raunverulega vara, þar sem neysla á einni einingur eykur líkurnar og takir næstu. Þannig að það virkar svona dómínóeffekt. Og það sem gerist þegar verð hækkar á slíku markaði, að þá fækkar þeim sem að taka fyrstu bitana og þar er svona hali á eftir þeirri ákvörðun. Þannig að ef þú hækkar verðum 10% á gulrótarmarkaði, þá dregur kannski úr eftirspurninni 5%, en ef þú hækkar 10% á kókaínmarkaði, þá getur eftirspurninni minnkað 15%. Þannig að þetta er raunverulega meira rassjónal markaður heldur en við getum ímyndað okkur. Og það er kannski ástæðan fyrir að ég var að fara svona aftur í söguna. Að ég er ekki að tala um að við höfum að fara aftur í söguna að sækja okkur hugmyndur áfengisstefnu, heldur er ég að skoða söguna út frá tiltölulega nýjum uppgötvunum í hagfræði. Hvað efnahagslegar ástæður hafa gríðarleg áhrif á áfengisneyslu og svona siðferðislegt ástand í samfélagunum í kjölfar á því. Og þess vegna eigum við að taka þessa nýjustu þekkingu og móta stefnuna á því. Og þær hafa síðan hafa menn haldið áfram þessu rannsóknum, það kom í ljós að þegar að verð hækkar, að þá draga 2 hópar mest úr neyslunni, það er annars unga fólkið sem allir vilja draga úr neyslunni, ástæðan fyrir því er að þau þurfa svo mikið að gera við vasapeningi, þau eru að gallabuxur, fara í bíó, það er svo margt sem að þau þurfa að gera. Og þótt okkur finnst þau hafa mikið vasapeninga með hvað við höfum, þá höfum við ekkert mikið við vasapeninga að gera, við getum gengið í sömu fötunum í 3-4 ár og verðum bara alltaf heima og borðum heima og þurfum ekkert að hafa vasapening. En þau þurfa mikið af vasapenningum að halda, þannig ef áfengisverð eða fíkniefnaverð hækkar, þá draga þau mjög snögglugur neyslu. Hinn hópurinn er þeir sem að nota mest, því að þeir bara geti ekki aukið hana. Það færi bara 80% af allri ráðstöfunarfé fer í fíkniefnið og ef það hækkar 10%, þá geti ég verða að borða allavega eitthvað. Þannig að það hefur dómínóeffektin hefur langsterkust áhrif á þessa 2 hópa. Og það hefur líka verið dregið fram að áróður gagnvart unglingum hefur engin áhrif, en það tengist nú kannski svona heila rannsóknum og fleira og sem ég kannski ætla ekki að fara út í. En áróður hefur eins og áhrif á foreldrana og það er kannski það sem við erum að sjá hérna á Íslandi, að áróður út af unglingadrykkju hefur áhrif á foreldrana
sem að minnka toleransinn gagnvart drykkju barnanna, vera reið ef þau koma drukkin heim, neita að kaupa fyrir þau, neita að halda unglingapartí og þannig þá minnkar aðgengi barnanna að áfenginu og vímuefnunum og þar með dregur úr neyslunni þeirra. Það ekki vegna þess að áróðurinn hafi áhrif á börnin beint. Og þetta eru bara til ágætlega staðfestar rannsóknir sem að sýna það að þessi leið vímulausa æsku sem ég kalla, sem kannski ekki alveg rétt, ég ekki að meina beint vímulaus æsku félagið, heldur það frekar að við gerum kröfuna á æskuna, hún sé vímulaus þótt að við séum full, sem svolítið undarleg krafa. Hérna tók ég saman, þetta hérna bara framfærsluvísitalan sem að hækka hérna, þetta 2012, hérna byrjar hrunið að koma, hérna aðdragandi hrunsins, hérna hrynur íslenskt samfélag. Þetta gula línan við áfengisverð og þið sjáum að frá 2000 til 2008 þá lækkar áfengisverð. Þetta lækkun upp á 26% á raunvirði. Þessi lækkun jók neysluna 50% á mann. Þetta hérna hins vegar svona vísitala sem við bjóð til sem fíkniefnaverð, sem byggð á því spurningum sem að sjúklingar upp á Vogi eru spurðir hvað kostar hass, hvað kostar amfetamín og það gert einu sinni í mánuði og búið að vera að gera síðan árið 2000. Þannig að við getum búið til svona vísitölu vímuefnaverðs og við sjáum það að það hefur meiri tilhneigingu til að elta áfengisverðið heldur en almennt verðlag. Síðan hérna kemur ríkisstjórn hérna og hækkar áfengisgjaldið gríðarlega mikið og það ótrúleg lukka að það skyldi gert. Og ég held að menn hafi ekki verið að gera þetta til þess að fyrirbyggja félagslegan vanda út af aukinni áfengisneyslu. Heldur hafi þetta verið til þess að krækja í skattpeninga. En þetta dró mikið úr neyslu og var ótrúlega lukka fyrir okkur. Þetta eitt af því sem við erum alltaf hérna við getum verið að skjóta þessu í íslensku leiðina sem við gerðum einhvern veginn óvart. Og svo að hækka áfengisverð því að það hérna hafði mikil áhrif. Og svo sjáum við hvað gerist hérna. Hérna eru hinn frjálsi markaður fíkniefnasala og þeir elta áfengisverðið, en síðan kemur í ljós að þegar dregur úr áfengisneyslunni, að þá dregur úr eftirspurn eftir fíkniefnum. Og þá bregðast þeir við eins og sannir kapitalistar, þeir bara lækka verð til þess að reyna að hámarka gróðan. Því að ef að það er minni eftirspurn, hvað gerur? Þú lækkar verð. Og hérna eru við byrjaðir að hlusta á bruggarana íslensku og áfengisinnflytjendurna kvart yfir því að þetta ekkert að virka vegna þess að bara minni eftirspurnir áfengi og verðum að fá að lækka verð til þess að auka söluna, segja þeir. Og það það sem að fíkniefnasalan hafi gert. Ég veit ekki alveg hvaða tilfinningu þeir sem að vinna í meðferðinni upp á Vogi hafa fyrir þessu, hvort að það sé ferði að aukast aftur fíkniefnaneyslan eða ekki. En síðast þegar ég var að spyrja þessu þá töldum menn að svo ekki væri. Menn finna fyrir það bara almennt minni þrýstingu, líklega vegna þess að það er svo stór hluti af fíkniefnaneyslunni ólöglegu sem áfengistengt. Það er svo stór hluti sem í blandari neyslu og annað slíkt. Þannig að það dregur áfengisneyslunni og það dregur mest saman hjá þeim sem að nota mest og þeir sem eru yngstir, að það hefur áhrif á fíkniefnasöluna. Síðan hérna Þórarinn, að því að nefna hérna nýjar rannsóknir, að þá hefur til dæmis tiltölulega nýlega rannsóknir. Það ekki nema 12-15 ára gamlar sem að sýna fram á svona ótrúlega mikla fjölskyldulægni sjúkdómsins. Og þá finnst manni eðlilegt að það hafi kannski áhrif á áfengisstefnuna á margan hátt. Annars vegar að það ætti að leiða til þess að við myndum fókusera forvörnina meira á áhættuhópinn sem eru börn alkohólista, þegar við þekkjum fjölskyldulægnina svona vel. En það ætti líka að vera þannig að við eigum ekki að líta svo á að þetta sé áunninn sjúkdómur sem að þú kemur með. Það er augljós hvort sem það genist, eins og Kári, hann þykist vera alveg að fara að finna alkakennið, hvort sem hún kemur með genunum eða þetta í fjölskyldulægninni, að þá erum við, þegar við komum út í neysluna á fullorðinsári, þá erum við miskinngett fyrir þessu. Og það vel ekki hægt að kvarta yfir því. Eða þú veist, það ekki hægt að skamma mann sem að verður alkohólisti. Og þar af leiðandi, á meðan það áfengisneysla og fíkniefnaneysla í samfélaginu, að þá munum við hafa áfengis- og vímuefna sjúklingana og verðum að sinna þeim. Skiljiði mig? Að ef þetta ekki áunninn sjúkdómur eða fyrir glæfrasamt líf, því að sum okkar drekka svona mikið og verða alkohólistar, aðrir drekka kannski svona mikið og verða það ekki. Og þú veist aldrei hver þú ert.
Við komum svo með stóran hluta þessu sem vegnesti út í fullorðinsárin og út í hérna almennu neyslu sem í samfélaginu og allt í einu bara klikku við. Og við veitum aldrei hvernig það var. Ekki veit ég það með sjálf á mig. Það var ekki sagt ykkur upp mynd, hvernig var það sagt. Þegar þú getur hætt, þá viltu það ekki. Þegar þú vilt hætt, þá getur það ekki. Eitthvað nýsluðis. Og maður veit að ekki, sko, hérna, ég vildi ekki hætta. Var það eitthvað sem ég kom með mér, sko? Eða var það eitthvað sem ég átti að læra? Eða hvar gerðist þetta? Og þetta byggt á, hérna, tekja þetta bara fram að þetta svona nýja rannsóknir sem við ættum að breyta og raunverulega áfengisstefna þyrfti þá að standa, eins og við förum í gegnum söguna, að þá, hérna, hefur við verið að reka áfengisstefnu sem byggir fyrst og fremst á heilbrigðis- og félagsþjónustu. Við getum gert það miklu betur en við hérna þetta SA. En ungmennafélagsandinn sem að kommunistarnir eftir byltinguna, bandarísku templararhreyfingin á 19. öld, Íslendingarnir 1874 gátu byggt upp vilja í samfélaginu til þess að standast áfengið. Við höfum ekki haft það í sko, áratugi og við höfum mist þetta aðhaldssemina í verði. Allt þetta verður að spinna saman. Við komumst við bannarinn á Bandaríkjunum, þar var aðhaldssemin og þar var ungmennafélagsandinn sem átti að þröngu upp á fólk, en þeir fóru ekki vel með arkana. Þetta litu á það sem eitthvað kvikindi sem átti bara að útrýma út úr þjóðalíkamanum, fjarlæga eins og eitrað líffæri. Þannig að til þess að búa til einhverja góða áfengisstefnu, þá þurfum við að hafa allt þetta. Takk fyrir.